Sæfíflar eru dýr og tilheyra fylkingu holdýra. Það eru einfaldar skepnur og frumstæðar og finnast aðalega í sjónum en líka nokkuð í ferskvatni. Alls eru 11.000 tegundir holdýra þekktar og meðal þeirra eru ýmis sem við könnumst við úr sjónum við Ísland, sæfíflar, marglyttur og kórallar til dæmis. Sænetla er tegund af sæfífli. Þessar frumstæðu dýrategundir hafa verið lengi á jörðinni enda finnast þær gjarnan steingerðar í jarðlögum allt frá frumlífsöld. Sæfíflar nota arma sína til að veiða. Dýrin hafa á sér eitt og sama opið þar sem fæðan fer inn og úrgangurinn út, kallað meltingarop. Í kringum þetta op eru gripharmar og á þessum griphörmum eru frumur sem gefa frá sér ertandi efni eða eitur sem lamar eða drepur bráðina. Gripharmarnir eru líka varnartæki þessara dýra og þeir toga ótrúlega fast, jafnvel svo að erfitt getur verið að losa það sem þeir hafa náð taki á. Eitrið ertir húðina, en hér við land eru þessi dýr ekki svo eitruð að mönnum sé hætta búin. Sæfíflar eru í alls kyns litum og litaafbrigðin geta verið mörg þótt tegundin sé sú sama. Það getur verið eins og skrautgarður yfir að líta þegar mörg dýr eru saman. Eiturbroddarnir á örmunum gera að verkum að þessi sérstæðu dýr fá að mestu að vera í friði. Þegar maður snertir einn arm, sjáum við hvernig sænetlan sveigir marga anga að á sama stað og skýtur eitri sínu. Bandarískur sjávarlíffræðingur sem rannsakaði fyrir svona skepnur varaði erlend kafara við þessum leik, en við stöndumst ekki mátið að prófa aðeins, förum bara varlega. Hér er sænellika bak við sænetluna hérna, sænellikan með fíngerðari anga. Annars er kafarinn að prófa hvort safna má eitri úr sænetlunum til að einangra efnið. Dýrið reynir að draga þetta að sér eins og annað sem að kjafti þess kemur. En vísindafólk er forvitið að vita hvort sænetlur nota eingöngu eitur eða hvort þær hafa líka eiturbrodda. Ef gómsætur biti er í boði er sænetlan fljót að gleypa hann. Minnir á litlu hryllingsbúðina. Var hún kannski ekki blóm? Var hún sænetla?